Við byrjum hins vegar á þessu því fyrir 5 árum tók gildi reglugerð sem kvað á að frárennsli á verndarsvæðinu í kringum Mývatn og Laxá skyldi hreinsað mun betur en áður var gert, enda var greinileg hnignun í lífríki vatnsins. Síðan bæði búið að byggja ný hótel og stækka sum þeirra sem fyrir eru, en samt gengur ekkert að fá rekstraraðila til að fara eftir reglugerðinni. Auk þess sem farið var í framkvæmdir án leyfis Umhverfisstofnunar sem hefur lögsögu yfir verndarsvæðinu. Oddviti Skútustaðahrepps fékk meðal annars undanþágu fyrir sitt eigið hótel og virðist vonast til þess að ríkið muni á endanum grípa inn í og greiða kostnaðinn sem fylgir öflugri hreinsunarstöðum. Við Guðmundur Bergkvist fórum norður og kynntum okkur umhverfisvernd og undanþágur í Mývatnssveit. Mývatns- og Laxársvæðið sem á mótum tveggja heimsálfa skartar fjölbreyttri og oft sjaldgæfri fánu, dýra og annars lífríkis gerir svæðið einstakt á heimsvísu. Eins og staðfest var með skráningu þess á lista Sameinuðu þjóðanna yfir votlendi jarðar sem njóta þurfi sérstakrar verndar. Lög um verndun Mývatns og Laxár voru fyrst sett árið 1974 í kjölfar harðra deilna um virkjun Laxár. Með lögunum var Mývatn sjálft og bakkar þess það bil 200 metra upp á land ásamt Laxá og bökkum hennar að ósi árinnar í Skjálfandaflóa friðuð. Mannvirkjagerð, jarðrask og breytingar á rennsli og hæð vatns og ár var þannig bönnuð án leyfis Umhverfisstofnunar. Þrátt fyrir allar alþjóðlegar vottanir og staðfestingar á verndargildi Mývatns, öll þessi íslensku lög og reglugerðir, svæðið engu að síður nú á rauðum lista Umhverfisstofnunar. Það þýðir að Mývatns- og Laxársvæðið svæði sem hefur verndargildi sem á hættu að glatast. Ágangur ferðamanna og ekki síst aukið álag á fráveitu og skólp eru sögð helstu ógnir við lífríki svæðisins og taldar skýra hrun bleikjustofnsins og hins einstæða kúluskíts. Í skýrslu sem unnin var vegna neyðarástands í lífríki vatnsins fyrir rúmu ári var bent á að jafnvel þótt ekki væri hægt að slá því algjörlega föstu að þetta væri afleiðing bás ástand frárennslismála, sé engu að síður ljóst að grípa þurfi til aðgerða og þannig beitingar varúðarreglunar sem segir að þótt ekki sé vísindaleg fullvissa fyrir orsökum umhverfisvanda, sé það ekki réttlæting fyrir aðgerðaleysi. Slíkar ráðstafanir höfðu þegar verið gerðar í lögum árið 2004 en voru staðfestar með reglugerð árið 2012 þar sem strangari reglur voru settar skólphreinsun innan verndarsvæðisins. Skólp á vatnasviðinu skal hreinsað með ítarlegri hreinsun en 2 þrepa í samræmi við ákvæði fráveitur og skólp. Með ítarlegri hreinsun átt við hreinsun niturs og fosfórs sem talið geta haft umtalsverð neikvæð áhrif á lífríki vatnsins og árinnar. Til þess þarf öflugri hreinsistöð en bara venjulegar rotþrær. Landvernd hefur látið sig þetta mál varða og kært leyfis- og eftirlitslausar byggingaframkvæmdir til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál. Og vissulega eru sveitarfélagið og hið opinbera, ríkið, með vinnu í gangi við að reyna að leysa það. En tengingin okkar inn í þessi hótelmál, hún kemur út frá náttúrulega þessu að það eru ný hótel að koma þarna inn á svæðið og það hlýtur að vera að gera þá grundvallar kröfu til þeirra að þau standist öll lög og reglugerðir hvað varðar þessi mál. Því að þetta eru þetta hóteleigendur sem eru að græða í rauninni á nálægðinni við náttúruperluna Mývatn. Þannig að núna á síðustu 2-3 mánuðum erum við búin að vera að kafa svolítið ofan í þetta fyrir nokkur hótel í sveitinni og því miður komist að því að þessi mál eru ekki í góðum farvegi. Á þeim 5 árum sem liðin eru frá því reglugerðin var sett hefur álag á fráveitu svæðisins aukist mikið. Gistirýmum hefur fjölgað á annað 100 herbyggi og umferð ferðamanna vaxið gríðarlega. Þrátt fyrir reglugerðina, ítrekuð aðvörunarorð og umræðu ástand vatnsins hefur þó lítið breyst. Og svo virðist sem leyfismálum og eftirliti sé verulega ábótavant. Þegar haft í huga það sé í höndum 3 opinbera aðila að hafa eftirlit með því að lífríki Mývatns sé verndað, hlýtur að vera svolítið sérstakt að það hefur verið einkafyrirtæki út í bæ sem hafi þurft að ýta við þessum eftirlitsstofnunum ítrekað til þess að benda á að frárennslismál væru ekki í lagi við eitt af hótelunum hér í sveitinni.
Framkvæmdir við 80 herbergja hótel í landi Arnarvatns innan verndarsvæðisins hófust haustið 2013. Hótelið var frá upphafi markaðsett sem umhverfisvottað og vænt hótel sem státaði meðal annars af fráveitu sem hönnuð væri með það í huga og í samræmi við reglugerð sem gilti þá svæðið. Grænt og hreint lýsingin sem notuð í markaðssetningu þess. Við gerum þetta með þeim hætti sem sómi að. Og það ekki hægt annað í þessari sveit. Þú byggir ekki hótel, nýtt hótel í þessari sveit öðruvísin að byggja með þeim hætti að það sé í sátti umhverfið og náttúruna. Hótel Laxá var þannig fyrsta hótelið við Mývatn til þess að fara að reglugerðinni 3 þrepa skólphreinsun. Í sumar kom hins vegar í ljós bilun í búnaðinum. Í fréttum var sagt frá því að eftir ábendingu frá vegfaranda hefði heilbrigðiseftirlitið mælt saurgerlamengun í affallsvatni sem rann frá stöðinni. Talsmenn hótelsins fullyrtu þá að mengunin hefði einungis orðið vegna mistaka og var á tímabundið. Afrit af bréfaskiptum fyrirtækisins sem seldi hótelinu skólphreinsirbúnaðinn segja aðra sögu. Borgarplast hafði frá árinu 2014 ítrekað gert athugasemdir við hvernig fyrirtækið hefði hirt skólphreinsistöðina og bent á að hún þyrfti betra og tíðara eftirlit. Í bréfi til stjórnenda hótelsins í apríl 2015 segir: Ljóst að viðhaldi og viðgangi stöðvarinnar ekki sinnt. Síðastliðið sumar virðist sem forsvarsmenn Borgarplasts hafi þrotið þolinmæðina. Í bréfi sem sent byggingafulltrúa Skútustaðahrepps áhyggjur fyrirtækisins af frárennslismálum hótels Laxár reifaðar. Ítrekaðar kröfur úrbætur raktar og greint frá heimsókn starfsmanna Borgarplasts á hótelið í byrjun júlí, auk þess sem myndir frá heimsókninni fylgdu. Skemmst frá því að segja að stöðin í algjörri vanhirðu og ljóst að þar hafði enginn sinnt eftirliti og viðhaldi, sennilega aldrei eftir að stöðin var sett upp 2014. Skoðun hafi leitt í ljós að mýs höfðu komist í stjórnskápa stöðvarinnar sem höfðu verið látnir standa opnir og stíplað loftintök þannig að stöðin varð óvirk. Það hafi orðið til þess að skólpgeymar yfirfylltust og óhreinsað skólp lak út víðan völl. Eftir viðgerð starfsmanna hafi stöðin þó gengið eðlilega. Þó sé frágangi hótelsins á afrennsli stöðvarinnar ekki enn lokið og það sett í sérstakar lagnir eins og gert hafði verið ráð fyrir frá upphafi. Auk þess sé fituskilja hótelsins of lítil sem verði til þess að of mikil fita fari inn í skólphreinsistöðuna og valdi þar vandræðum, rétt eins og annar úrgangur sem ekki að berast þangað og ekki sé passað upp á að fari út í frárennslið. Í bréfinu til byggingafulltrúa Skútustaðahrepps fer Borgarplast fram á að embættið þrýsti á hótelið að ljúka framkvæmdum við hreinsistöðina enda sé á 3. ár liðið frá því hún var tekin í notkun. Í bréfinu lýsti Borgarplast einnig furðu sinni á því að sveitarfélagið og heilbrigðiseftirlitið hafi enn ekki gert loka úttekt á hreinsistöðinni. Meðan svo geta heilbrigðisyfirvöld ekki hafið lögbundið eftirlit nema á einhverju undanþágu með umræddri hreinsistöð sem telst vera í verulegum ólestri sökum vanhirðu. Hótelið var ekki að standa sig gagnvart því að akta þennan búnað eins og átt að gera og voru með uppskrift frá seljandanum en þeir fylgdu bara ekki því eftir, því miður. Bendir það ekki til þess að það hafi eitthvað klikkað í eftirliti með þessu, hvort sem það var hjá ykkur eða sveitarfélagi? Eftir og ekki það alveg ljóst. Og það enn þann dag í dag heilbrigðiseftirlitið ekki búið að taka út hreinsibúnaðinn endanlega til þess að geta gengið frá þeim leyfum sem að hótelið þarf og til þess að geta sinnt reglubundnu eftirliti. Þegar 3 sumur eru liðin af rekstri hótelsins. Á sama tíma og það stendur á Facebook síðu hótelsins að það sé green and clean, grænt og hreint. Þetta voru sláandi myndir og svona vonbrigði að þetta skulle vera með þessum hætti. Ég vissi að lokaúttekt átti að fara fram í síðustu viku en henni var frestað vegna þess að þeir hafa verið í einhverjum örðuleikum með þetta. En ég bind nú vonir við að þessi verður þeir muni fara í að taka þetta fullir alvöru og reyna að klára þetta eins og að gera. En hver ber ábyrgð á því að það sé ekki búið að taka þetta út núna þegar komið fram á 3. starfsár á hótelinu?
Já, það er eitthvað sem að stýra sveitarfélaginu sem við náttúrulega verðum að skoða ef að svo er. Þessi skoðun sem að fer fram núna innan þá eftir rúmlega vikum eða það sem að við fáum uppgefið núna, hún á að gera sem sagt það í ljós hvort að hún að starfa samkvæmt því sem hún á að starfa. Og ef hún gerir það ekki, þá er ákvæði hjá okkur að við getum hreinlega að stoppa þessa starfsemi. En er ekki svolítið skrítið að það skuli gera svona löngu seinna, þessi lokaúttekt? Jú, það er alveg rétt. Samkvæmt útreikningum sem koma fram í drögum að skýrslu sem verkfræðistofan EFLA að vinna fyrir umhverfisráðuneytið, myndi það kosta 500 til 700 milljónir króna að koma upp 3 þrepa frárennslishreinsun í öllum hreppnum. Ef ráðast á í það, þyrfti því ríkisstuðning. Hins vegar ljóst að ætlast til þess að starfsemi yfir ákveðinni stærð eins og hótelrekstur eigi sjálf að sjá slíkar framkvæmdir. Nýtt hótel við Flatskalla í nágrenni Reykjahlíðar sem nú í smíðum mun til dæmis koma upp slíkri hreinsun. Önnur hótelbygging sem fór yfir þessi mörk árið 2015 fékk þó undanþágu frá reglugerðinni. Það Selhótel við Skútustaði sem stækkað var nærri helming og herbergjum fjölgað í 60. Eigandi hótelsins taldi að jafnvel þó Hótel Laxá væri þá að koma upp búnaði til hreinsunar samkvæmt forskrift reglugerðarinnar, væri óvissa hvernig þetta standast ákvæði hennar og að ekkert lægi fyrir frá Umhverfisstofnun annað en að þetta væri verkfræðilegt úrlausnarefni, segir í svari eiganda Selhótels til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindarmál vegna kæru Landverndar. Eigendur hótelsins ætluðu því að bíða eftir því að Skútustaðahreppur byggði upp skólphreinsun. Á þetta féllst Skútustaðahreppur þrátt fyrir andmæli heilbrigðiseftirlitsins. Í fyrrnefndum skýrsludrögum fráveitumál við Mývatn telja skýrsluhöfundar að hreppurinn hefði ekki átt að fallast á undanþágur Selshótels. Svo vil til að oddviti Skútustaðahrepps eigandi Selshótels. Þetta hlýtur að setja bæði oddvitan og Skútustaðahrepps sjálfan í þá stöðu að gera ef eitthvað ennþá meiri kröfur. Við ræddum málið og það niðurstaðan var svo að fyrst þetta var viðbygging, það frárennsliskerfi við hliðina, það var bara tengt inn á það, meðan menn að finna út úr heildarpakkanum. Þú ert oddviti og þú ert að reka þetta hótel og þú kemst að samkomulagi sem rekstraraðili við hreppinum að þetta hótel verði ekki skilyrt til þess að gangast undir þessar reglur. Stangast það ekkert á? Já, það svolítið vel hægt að teikna þannig að þetta sé miklir hagsmunaárekstrar. En þarna stóðum við bara upp á ákveðinn tíma og hvað átt að gera. Þú hefur ekki klárt fyrir fram að þig hvað á að gera. Og hvað getur þá gert? En var ekki Hótel Laxá að gera þetta á sama tíma? Jú, þeir tóku skrefið og fóru út í það að þeir vildu markaðssetja sig sem umhverfisvænasta hótelið hérna og fara lengra heldur en aðrir voru að gera og kusu að fara þessa leið. Og fara að reglunum alltaf? Já, eins og þeir vildi fara. Og átt að gera? Já. Klárlega ef að það vel að setja upp svoleiðis að við séum með allt niður okkur. En það eins og ekki meiningin. Selhótel þó ekki eina hótelið innan verndarsvæðisins sem sveitarfélagið hefur veitt slíka undanþágu. Í september í fyrra samþykkti Skútustaðahreppur breytingar á deiliskipulagi vegna byggingar þessara starfsmannahúsa við Hótel Laxá. Deiliskipulagið gerði áður ráð fyrir því að frárennsli yrði hreinsað eins og reglugerð kvað á og dælt í hreinsistöð hótelsins. Til þess að komast undan því óskuðu eigendur Hótel Laxár þó eftir því að starfsmannahúsin yrðu metin ein og sér en ekki í samhengi við hótelið sem þau fylgja. Þar með væri framkvæmdin undir þeim mörkum sem sett eru ítarlegri hreinsun. Þrátt fyrir að skýrsla stjórnvalda viðbrögð við bágu ástandi Mývatns væri þá nýkomin út, samþykkti Skútustaðahreppur beiðni Hótels Laxár. Okkur þótti bara eiginlega fáránlegt að það sem var komin upp stöð sem átti að vinna eins og þessar stöðar að gera. Vera þá að koma með
einhverja rotþró eins og búnaðurinn var fyrir þessa breytingu á reglugerðinni sem gerðist 2012. En engu að síður þá var þetta gert, en það ekki með okkar vilja. Framkvæmdaraðilinn í rauninni að búta framkvæmdina niður í smærri einingar til þess að hver og ein eining sé líklegri til þess að sleppa við ströngustu kröfur sem að gilda varðandi í þessu tilfelli mengunarbúnað. Evrópudómstóllinn hefur margoft dæmt í málum sem þessum að framkvæmdaraðili má ekki búta þetta upp með þessum hætti. Þarna var akkurat þetta veg og metakort að þessar persónueiningar sem bættust í næstu einingu við hliðina, svo getur maður deilt það hvort þetta sé raun og veru sama einingin að tjóna inn á sama deiliskipulagi. Nei, maður væntanlega ekki að byggja starfsmannaaðstöðu ekkert var í hótelið. Nei. En þetta er þessi hvernig ég orða þetta? Þetta er þegar þú ert að fara í gegnum reglugerðirnar, ert að leita smugunni eða ert að fara í einhverja stóra heildarmynd. Það bara þarna sem það liggur. Hafa menn látið náttúruna njóta vafans í þessum tilfellum? Ég held að menn hafi nú reynt að gera eins vel og þau gátu, en eins og í öllum málum, það alltaf hægt að gera betur. Og okkur ber ákveðin skylda að fyrst við njótum þess að vera við þetta vatn og á þessu svæði, að hugsa vel það og reyna að ganga eins langt og við getum. Það finnst mér allavega. Þannig að kannski svarið spurningunni bæði já og nei. Ef við horfum beint á hvernig þeir hafa framfylgt þessari reglugerð frá 2012, þá svarið nei. Við höfum ítrekað gert kröfu að sveitarfélaginu beri að vinna eftir þessari reglugerð. Það engin undankoma frá því. Ég ætla ekki að hafa neina skoðun á því hvers vegna það ekki gert, en staðreyndin bara þessi, það sem blasir við okkur sem eftirlitsaðila. Og auðvitað kemur að því á einhverjum punkti að við verðum að segja hingað ekki lengra. Þó lögin séu nokkuð skýr og reglugerðirnar í raun líka, vandast málið nokkuð þegar kemur að því hver á að bera ábyrgð á því að framfylgja þeim. Hvort það byggingafulltrúinn í Skútustaðahreppi, heilbrigðiseftirlitið, eða Umhverfisstofnun. Það virðast menn ekki hreint sammála. Umhverfisstofnun náttúrulega hefur mjög mikið að segja það sem innan verndarlínunnar, en hver ber ábyrgð á eftirlitinu, ég get bara ekki svarað því. Ég veit það ekki. Umhverfisstofnun hefur náttúrulega gríðarlegt vald þarna. Umhverfisstofnun sú stofnun sem segir til allar framkvæmdir á svæðinu. Heilbrigðiseftirlitið á að sjá rotþrær og þessi nýju mannvirki sem rísa núna í kjölfar þessarar reglugerðarbreytingar. Allavega erum við að reyna að vinna eftir þeim reglugerðum þeirri reglugerð sem sett var þarna og við höfum bara því miður ekki komist lengra. Frárennslismálin í lamasessi og þar bera náttúrulega hóteleigendurnir mjög mikla ábyrgð. En við verðum líka að líta til hver ábyrgð Umhverfisstofnunar sem að fer með umsjón þessa verndaða svæðis og það engin leyfi fyrir hótelunum í tilfelli Laxár og Sels. Hvað með ábyrgð Umhverfisráðuneytisins? Þannig að Mývatn ekki að njóta vafans, heldur hóteleigendur sem að græða á nálegðinni við þessa eina stærstu náttúruperlu okkar Íslendinga. Ef þetta á að verða vitrænt til framtíðar, þá verður heildarkerfið í sveitinni að vera á forræði eins aðila. Og það eðlilegast að það sé sveitarfélagið og svo sé bara lög holræsagjöld á starfsemina. Okkur einstaklingum, okkur hætti náttúrulega til þess að það kannski sleppur en reddast þetta ekki 1 ár viðbót eða 2. En við erum með þessa reglugerð á okkur og ef hún áver til staðar og á fylgin eftir, þá verður líka að vera alveg verkstýring á því. Það alveg ljóst að eftir því sem að álagið verður meira á bæði Mývatn og Laxá, það að segja álag í formi meira og meira skólps og afrennslis frá því, að þeim meiri hættu erum við að skapa þessu verndarsvæði.
Og þetta hlýtur að vekja upp þá spurningu og henni í sumum tilfellum hægt að svara með mat á umhverfisáhrifum. Hvort að það sé æskilegast að byggja þessi hótel inn á verndarsvæðunum eða fyrir utan. Já, og því við að bæta eigendur hótels Laxár báðust undan viðtalið þegar eftir því var leitað við gerð þessar umfjöllunar en lögðu áherslu á að búið væri að tryggja virkni skólpreiðslustöðvarinnar svo slys eins og það sem var í sumar muni ekki endurtaka sig. Þeir segja deilur sínar á Borgarplass flóknar eins og að þær verið ræddar í fjölmiðlum og að þeir telji sig hafa farið í einu og öllu að lögum og reglum í sinni starfsemi sem þeir vilji hér eftir sem hingað til að verði í sátt við náttúru svæðisins. En við munum halda áfram umfjöllun þessi mál á morgun en þá mun forstjóri Umhverfisstofnunar sem jú sú stofnun sem fer með ábyrgð á hinum sérstöku verndarlögum svæðisins sitja fyrir svörum hér í þættinum.